Mikill afli hefur borist á land síðustu daga og hafa menn byrjað vinnu miðjar nætur. Helgi Már Artúrsson. Landburður af fiski hefur verið á Eskifirði síðustu dagana og hefur verið unnið myrkrana á milli í hraðfrystuhúsi Eskifjarðar. Það hefur verið mjög gott, mjög gott. Það hefur verið unnið alla dagana og bara föstudaginn langa. Hefði ekki verið betra að vera heima í dag, í fríi? Jú, sennilega held ég það nú verið betra. Það hefði auðvitað verið betra. Það er ekki borgað fyrir það. Það eru togararnir Hólmanes og Hólmatindur sem hafa borið þennan mikla afla að landi á Eskifirði. Er búið að vera mikil vinna undanfarið? Já, mjög mikil vinna. Unnið frá á nóttunni jafnvel. Byrja klukkan 4 og svo unnið flesta helgidagana nema föstudag langa og verður ekki unnið á páskunum og ekki á annað. Hólmanesið landaði 150 tonnum eftir að hafa verið á veiðum 4 daga og Hólmatindur gerði betur og komi 155 tonn fyrir páskana eftir að hafa verið aðeins 5 daga á veiðum. Og þetta hefur verið góður fiskur, uppistaðan í afla togaranna tveggja hefur verið þorskur og ýsa. Aðfaranótt skírdags var byrjað að vinna í hraðfrystuhúsi Eskifjarðar klukkan 4 nóttina og unnið til hádegis, en þá tóku fermingaveislur við að sögn fréttaritara okkar á Eskifirði Þórarins Hávarssonar sem tók þessa myndir. Í gær laugardag var unnið í húsinu frá 7 morgunum til klukkan 5, þannig að þetta hafði verið sannkallaðir vinnupáskar á Eskifirði. Hefur verið mikil vinna undanfarið? Ég býstu því, hvaða dagur er í dag? Laugardagur. Við erum búin að vinna hérna alla vikuna frá 6 á morgnana til 5 á daginn. Við vorum að vinna á skírdag frá 4 nóttina til fram á hádegi. Og vorum að vinna laugardaginn í síðustu viku líka sko. Frá 7 til 5 heldur minnum ég. Er þetta búið að vera stuttur tími sem svona mikil afli hefur borist á landi? Já, ég er búin að vera að mókfiska núna bara akkurat núna í páska. Fyrir páskana, þetta hefur passað alveg helviti vel svona. Páskaflotan, vel yfir 500 tonn sem borist á einni viku. Hluti aflans hefur verið fluttur yfir á Reyðarfjörð enda togararnir að hluta til í eigu útgerðarfyrirtækis á Reyðarfirði. Það fær í sinn hlut 4 af afla hvors togara sem annars leggja upp á Eskifirði. Vigdís Finnbogadóttir forseti á 60. Það er óhætt að segja